Starkats Academy Já. sem var til í rauninni upp úr COVID Já. í 2020 vorið. Já. Það var bara, í fyrstu COVID-bylgjunni, þar sem voru svona í fyrsta lockdownin okkar eiginlega, þegar allir átti að halda sig heima og allir voru að setja báns út í glugga og svona, fara í gönguferðir, að þá var mér bara stungið í samband. Ég átti svona, svona iPad Pro sem ég hefði fengið gefins frá góðum vinn og dóttir mín var að spyrja hvort þú mætti að fá lánaðan til að teikna á hann og hvort þú setja teikniforrit inn á hann. Ég segi, já, ekki bara. Svo hún að teikna og þá kemur bara til mín. Það er eitthvað. Þannig að ég fer að teikna sjálf líka á iPadin og þá, eins og segja, bara eins og mér hafi verið stungið í samband og það fara að koma alls konar myndir sem að ég fann að það fylgdi einhver orka sem ég hafði ekki kynnst áður. Já. Og það byrjaði svona kannski hægt en svo var þetta farið að vera svo mikil orka og mikil, ég vil ekki segja pressa á að teikna en ég fann svona að það var verið að þrýsta þarna á og ég myndi sitja við. Já. Og þarna hafði ég tækifæri maður mátti hvort ekki gera neitt annað svona. Og þannig að ég satt við í 2 mánuði nánast og teiknaði svona 1 til 3 myndir á dag. Og myndirna þróuðust fljótt. Ég vissi náttúrulega ekki hvað ég var að teikna. Fyrst þegar ég sýndi þér eitthvað myndunum svona, þegar ég var aðeins komin inn í þetta þá heldum við þetta var gætnum kannski verið spilast okkur, vorum ekki alveg vissar. En svo fóru að birtast myndir sem ég fannst vera einhvers konar kóðar eða lyklar eða eitthvað svoleiðis og það fór að fylgja tákn og þetta fór að vera svolítið spennandi sko. Já. Og þannig að við ákváðum að prenta út allavega það sem að komið var þegar ég var komin upp í hátt í 100 myndir sko. Og við settum myndirnar hérna á gólfið og ákváðum bara eða fundum að svörin við hvað við ættum að gera við þetta laginu kannski ekki rökhugsunni. Nei, ekki alveg. Nei. Þannig að við ákváðum að setjast niður og miðla. Já, akkurat. Já, og við setjum niður og miðlum. Já. Og Metatron erkiengill kemur strax í gegn með skilaboðum það að í fyrsta lagi við þurfum að treysta og bara fylgja þeirra leiðsögn sem við fáum náttúrulega ekki alla í einu. Nei. Og við fengum að vita að við ættum að vinna með orkustöðunar og við finnum þær myndir út úr bunkanum sem við eigum að vinna með. Í byrjun. Að maður vinna þess með 12 orkustöðar. Já. Og við byrjum að setjast niður með fyrstu orkustöðina, fáum að vita hvar við að byrja. Og byrjum bara á viku 1 sem var vorið. Og ákváðum að taka 1 orkustöð viku. Já, þetta var svona ljóskóði fyrir hverja orkustöð. Já. Og við fengum þær upplýsingar að þessi ljóskóðar væru upprunnir frá Atlantis og jafnvel fyrir tíma Atlantis. Já. Og væri búnir að fylgja mannkyninu í rauninni síðan en þann hefði slöknað á þeim þegar Atlantis féll. Og til þess að hjálpa fólki í þessari umbreytingu sem við erum í, sem að mannkynið á jörðinu og allt líf á jörðinu er í núna, þá þyrfti að tendra þessi ljóskóða. Og eins og segir, við settum niður þetta bara vorið og byrjum. Og við förum náttúrulega í gegnum fyrsta rand. Tókum okkur reyndar 13 vikur fyrir 12 orkustöðar, 1 vika í frí. Og förum í gegnum hverja orkustöð fyrir sig. Það fylgdi þessu brjálæðislega mikil sjálfsvinna og þetta var oft alveg drullu erfitt, eins og heilunarferli bara þannig. Já, og við fengum þar upplýsingar að hverja orkustöð fylgdi meistari og erkiengill og dregill. Þannig að við tengdum við þær veru sem fylgdu hverju orkustöð og miðluðum efni frá þeim. Ásamt því sem við miðluðum efni frá Metatron líka í hvert skipti sem að við hittumst. Og við náttúrulega fylgdumst með hvað við vorum að gangi í gegnum. Og þegar við vorum búin að fara í gegnum fyrsta rand, þá byrjum við á að fara í gegnum þetta aftur. Já, tókum okkur smá pásu. Það var ekki löng pása. Við vissum það að við þyrftum að klára þetta verkefni. Við vissum að við þurftum að halda áfram og
við notum allt haustið til að fara aftur í gegnum orkustöðuna 12. Við miðluðum meira efni, við tengdum ennþá sterkar við meistarana, dregana, erkienglana og við fengum upplýsingar hvernig í rauninni við ættum að setja verkefni saman. Já. Og það sem að reyndist kannski okkur, eða ég held ég sé að tala fyrir okkur bara, kannski erfiðast í þessu ferli, að þú myndist á traustið á hann, að þessar verkefnastjórar, að þá erum við náttúrulega vanar því að vera búnir að kortleggja leiðina sem við ætlum að fara að markmiði sem ljóst. Já. En þarna þá fengum við aldrei að vita neitt. Við bara fengum ekki að sjá meira heldur bara viku fram í tíman og stundum ekki einu sinni það. Og það var ekki fyrir bara að loka metrónum í þessari annarri umferð okkar í gegnum allt efnið sem að þetta fór að raðast saman. Og þetta var búið að reyna mikið á rökhugsunar heilana okkar. Já, þetta svolítið eins og að vera í rússipanna í myrkrinu, sko. Það var bara eiginlega þannig. En við fengum upplýsingar haustið samt að við ættum að byrja að prófa efnið með hópi af fólki. Og við fengum nöfn, við fengum engu að stjórna með það. Þær sem við buðum í hópinn að sjálfsögðu fengu að velja og það var bara, við fengum það mjög skýrt. Þið ráðið engu, þið bara treysti. Og við fengum 8 manna hóp, var það ekki, sem byrjaði í janúar 2021. Og við miðlum ennþá meira efni, bætum við. Þetta byggja náttúrulega mikið á bæði fræðslu og hugleiðslum, verkefnum. Og þessi hópur fór mjög hratt í gegnum efnið. Við vissum það að það yrði mikil keyrsla, svolítið eins og var hjá okkur. En þess vegna fengum við ekki að velja eða hafa stjórn. Þannig að við höfum mikið þurft að gefa eftir þessa þörf okkar fyrir að einmitt stjórna og sjá endamarkmið. En það var alveg magnað að sjá hvað kom út úr þessum hóp og þessum pröfuhóp. Og þessi hópur í rauninni keyrir í gegnum prógrami á 3 mánuðum. Prógram sem við erum núna með yfir 9 mánaða tímabil. Þannig að þær fengu nú aldeilis rússipannan. Heldur betur, bara alveg eins og við. Og stóðu sig frábærlega. Rosalega flottar. En líka bara fyrir okkur, bara ótrúlega dýrmætt að sjá að það sem við höfum fengið í hendurnar, sem að okkur var treyst fyrir, að við komum því frá okkur og það var vel tekið á móti og það eitthvað sem virkar. En við vissum alltaf að við ættum að keyra þetta yfir 9 mánuði því það tími sem þarf. Til að virkilega geta unnið með öllu því sem að gerast. Því þetta ofboðslega mikil sjálfsvinna sem felst í þessu. Já, og maður þarf bara að grafa mjög djúpt og maður þarf að vera hugrekkur og hreinskilinn við sjálfan sig. Það þýðir engin feluleikur lengur. Þetta er mjög heiðarleg skoðun. Mjög heiðarleg sjálfskoðun, já. En Starcoats Academy sem fæðist 2020, þar sem við erum komnar heim, vitum nákvæmlega hvað við erum að gera. Loksins. Við vissum að við erum komnar heim, náttúrulega ekki með fulla mynd, en núna að þá erum við með námskeið í þín persónulega umbreyting. Við erum með persónulega ljóskóða og svo náttúrulega erum við að vinna ákveðna vinnu með jörðinni. Þannig að það er það helsta sem að Starcoats Academy gerir í dag. Og svo erum við að vinna af framhaldsnámskeiði. Já, það er alltaf að bætast við upplýsingar. Því að það er ekkert sem er meitla í stein í þessum heimi. Það er alltaf hreyfing. Heldur betur ekki. Og ég meina eftir því sem tíðnin hækkar að því fjölgar orkustöðunum sem við erum að vinna með. Og það er líka fleira og fleira fólk sem að finnur þess að þörf hjá sér að vilja eitthvað meira og eitthvað betra í sín lífi. Algjörlega. Þannig að við erum að höldum áfram að taka við og koma út til ykkar því sem að okkur er rétt. Og við erum bara ótrúlega þakklátar og það er mikil heiður að fá að vinna með þetta efni og með þessum mögnuðu verum sem eru hér til að styðja okkur.